setja á upptöku afsakið, þannig að menn geta nú hlusta á þetta eftir á. Komdu bless og sæll Arnar. Blessaður, blessaður. Það er langt sem maður hefur heyrt í þér. Já. Einhvern veginn, ferð þú alltaf fram hjá mér í þessum þætti eða ekki? Jú, enda er ég komin í fíl og ætlaði ekki sem að svara þér. Já, er það ekki? Já, veitir nú ekkert af því. Láta þennan sveitalöp aðeins finna fyrir því. Já, ég er nú sveitamaður sjálfur, þannig að það er kannski. Þannig að það sleppur til. Já. Herðu, hvað hérna fyrir þá sem, já, ekki hafa heyrt mikið frá þér upp á Sigur? Hvað er að frétta þér núna þessa dagana? Það er nú bara mest lítið, sko, ég veit ekki hvað að segja, það er ekki neitt. Það er bara ekki neitt? Nei, ég er bara reyna að lifa lífinu og hafa það gott. Já, og er það ekki bara heitur pottur með því? Jú. Já, þú ert náttúrulega meistari að vera í heitur pottur með það ekki? Jú, það er alveg nauðsynlegt að fara minnst að kosti einu sinni á dag. Já, og þú varst vanur því hefur þú bjóst hérna á Selfossi? Jú, en ég hef hvergi fundið skemmtilega pott félaga og tvíburana og hérna Svanur og Þröst og svo náttúrulega Hlöðver. Já. Mikli snillingar og hann Þór Ellingsson og fleiri. Þetta er gaman að fara í pottinn, sko. Já, og þar fyrstu allt beint í æð? Já, alltaf helsta. Já, og þar liggja menn ekkert á skoðunum? Nei. Þeir segja bara það sem þeir hugsa? En mjög réttsýnir og sanngjarnir samt, sko. Já, nákvæmlega. En hérna, þú varst náttúrulega búin að vera í ævintýri hérna úti í Noregi. Hvernig fannst þér að vera hérna úti? Það var ágætt, það var mjög einmannalegt eins og ég svo sem vissi en svona endaði ekki alveg eins og maður vildi en það er kannski þegar að annar aðilinn getur ekki í staði við samningin þá bara gengur þetta ekki upp. Nei, nákvæmlega. En það er bara eins og það er. En er handboltaþjálfunin úti í Noregi, er hún eitthvað öðruvísi en hérna á Íslandi? Þetta er allt öðruvísi, myndi ég nú segja, já. Þetta er svona sérstaklega yngri flokka þjálfun. Já. Það er svona bæði æft mun sjaldnar og svo er bara yfirleitt einhver að þjálfa yngri flokkana. Bara getur verið bara einhver pabbinn sem veit ekkert hvað íþróttir eru. Já, hann er bara svona gripið ykkur á götunni? Já, hann er bara í flauelsbuxum og skyrtum og bindi og svona og er bara með í marki og eitthvað. Þetta er ekki alveg það sem við myndum sjá á Íslandi, sko. Nei, nákvæmlega. En þú allan að, svona, en að meistaraflokkum, er það ósköp svipuð þjálfun? Já, ég held það nú svona nokkurn veginn, sko. Líkt bara? Já, ég held það svona, þó ég ætlum ekki að vera einhver sérfræðingur í því, þannig ég held að sé mjög líkt svo sem ég held að sé nú enginn að finna fjólið svo sem í þessu. Já. Það er kannski náttúrulega bara stærsti munurinn er náttúrulega bara að miklu fleiri lið úti. Þú finnur alltaf lið fyrir þitt hæfi ef þú vilt æfa 3 í viku eða 2 í viku eða hvað það er. Já. Eða svo að fara í alvöru bolta þá finnur alltaf lið fyrir þig. Nei, nákvæmlega. Það er svona sem vantar kannski heima en er kannski að koma með liðum eins og IH og Hömrónum og Fylkijórnum. En það má segja að það kannski, já það er náttúrulega ekki beint fjármagn til að það séu fleiri lið hérna á Íslandi? Nei, það vantar, sko það sem mín skoðun er að það vantar ekki iðkendur, það vantar félög. Já. Það er svona verið vandamálið og mér finnst svona svolítið villandi umræða að það hafi verið fleiri lið á Íslandi fyrir 20 árum. Það voru vissulega fleiri lið í Íslandsmóti en þá var annar flokkur bara upp í 19 ára og þá voru ekki, hvað er 30 lið eða eitthvað í utandeildinni eins og er núna. Já. Þannig að það eru miklu fleiri að stunda handbolta í dag en færri lið á Íslandsmóti og það var líka 12 ára skýrslu í meistaraflokki þegar þetta var en ekki 14 eins og er í dag. Allt þetta svo sem hefur áhrif líka. En hefur þú náð að fylgjast eitthvað með handboltanum núna heima þessa leiktíðina? Jú, maður gerir það nú alltaf. Og hvernig svona, já við byrjum aðeins á ólistil karla, hvernig finnst þér svo deild búin að vera að rúlla? Þetta leiktíðanbil? Bara spilast svona nokkurn veginn eins og maður bjóst við nema Fram hefur nú kannski komið
svona manni svolítið óvart. Já. En þeir eru með samt flotta stráka sem eru bara vanir að vinna. Og með mjög góða leikmenn eins og Stefán Baldvin og Siffi hefur að spila mjög vel. Já. Þannig að en svona öðru leyti held ég að það sé bara svona, já, nokkur meira sem að reiknaði með, verð ég að viðkynna. Já. Og náttúrulega, já, heimamenninna Akureyri, þeir reyndar í 7. sæti, var það bara eitthvað sem þú varst búin að búast við? Svo sem? Já, kannski ekkit endilega en eitthvað sem gat alveg eins gerst. Já. Gat alveg eins verið 4. sæti, gat alveg eins verið 7. sæti. Þetta það jafnt held ég að svona sjálfur sem kemur að mann ekki óvart tannig. En svo já, Vestmannaeyingar, þeir koma bara eins og þruma og heiskjur lofti þarna inn í Ólisteildina. Já, það bara gaman að því. Þeir hafa bara unnið vel úr sínu og meira þess að voru að vinna leiki án Róberts. Já. Þannig að það er rauninni þá bara sama lið og fór upp í fyrra mínus Nemanja Malovic. Þannig að það er bara mjög vel af sér vikið. Þannig að eitthvað er að gera rétt á það. Ég held að sé nú bara mjög erfitt að vera lið og útivelli hérna í Eyjum. Já, það er alltaf gaman að spila þar. Það er alltaf mjög uppáðast leikir. Já. Man verði fullt af nýjum orðum og svona. Er þetta bara eins og að fara erlendis? Já. Það er alltaf gaman að Vestmannaeyjum og ég held alltaf með landsbyggðinni. Svo er hérna Ólisteil kvenna, hefur náðu eitthvað að fylgjast með þeirri deild? Nei, bara fylgjast með hvernig gengur hjá Basta og svo Káa. Já. Og Káa Þór, þær eru hérna einu stíði fyrir ofan Basta? Já. Þannig að þetta eru nýjafn lið þarna? Já. Það hafa nú, eftir því sem ég skilst, komið bara nokkuð á óvart. Menn reiknuðu með, þar að segja Káa-stelpunnar, að menn reiknuðu með verri árangri en þetta. Eftir því svona sem ég heyri. Já. Ég held að sína almenn ánægja bara með það lið. Já. En svo er, já, gamli pjakkurinn sem varst að þjálfa á þessum tíma, sem er að þjálfa Fylki núna, Halldór Stefán, hann er bara að berjast með sitt lið í að komast í úrslitakeppni. Jú, við verum að vona að það takist hjá honum. Já. Þannig er hann að nota eitthvað leikstíl frá þér og Basta? Það hlýtur að vera. Já. Annars er hann ekki að gera neitt að við þeir, sko. Nei, nákvæmlega. Nei, ég veit það ekki. Jú, það er kannski bara eðlilegt. Sjálfur, maður gerir hann bara sjálfur með þá þjálfara sem maður hefur haft að svona móta sinn stíl út frá þeim. En svo er fyrst til karla, hún er, já, það er náttúrulega fjölgun liða þar, þetta er orðið 11 lið og já, það virðist allir geta unnið alla í þessari deild. Svona nokkuð einn, á góðum degi. Já, það virðist vera, en svona frekar óvænt samt að Hamrarnir tækja nú Víking. Já. Á útivelli, Þokkabót, þannig að þeir hafa komist í gott vatn hérna á Selfossi. Já. Það lítur að vera, já, það kannski farið í sund eftir leik. Já. Það kannski hjálpaði. Það gefur náttúrulega mikið. Já. Þú ert alveg á því að þessi sundlaug hérna á Selfossi, hún gefur mikinn kraft. Já, hún er alveg frábær, sko. Hún er númer 1 það sem ég sakna, sko. Já. Það er ekki spurning, sko. Já, nákvæmlega. En svona... Já, svona áður en ég sleppir, ef þú færð að gíska núna á hérna í úrslitakeppninni í Ólisteil karla, hvernig heldur þetta verði raðað upp? Lokastaðan? Já, svona í efstu 4 allana. Ég verði einhver Nostradamus núna, sem sagt. Þú mátt alveg reyna á það. Já, ég held að Framararnir muni gefa eftir. Ég held að FH eða IR nái að læðast í 4. sætið. Mér finnst það svona líklegt og þá er bara spurningin, sko, IBVF eða Valur annað eða 3. sætið. Það er nú gaman ef IBVF næði í öðru sætinu og ætti þá óttaleik og færi í úrslit, sko. Já. Það væri mjög skemmtilegt. Fá IBVF og Hauka í úrslitum bara. Ert þú einn af þeir sem vill fá fjölgun liða í Ólisteil karla?
Sko, já og nei. Mín skoðun svo að það verði að fjölga í efri deildinni en það þarf að gera það með einhverju plani. Já. Mér finnst það ekki skynsamlegt að ákveða það bara í vor að við fjölgum 2 lið og þá ertu komin með 10 í efri deildinni og 9 í neðri. Og hvað ef að hætta svo 2-3 lið í neðri deildinni? Já. Hvað ætlar þá að gera? Ætlar þá að taka þessi 2 lið sem fóru upp og færa það aftur niður? Mér finnst að það þarf að gera þetta í einhverjum þrepum. Það svona mín skoðun. Og ég hræddur það að það yrði þá með allir virðingu fyrir HK, þá yrði þá bara 3 HK-lið í efri-deildinni næsta ári. Þá meina ég yrði þá fleiri ójafnir leikir. Já. Af því að ég held að Afturelding eða Stjarnan eigi svona mesta erindið upp en ég held að þau eins og þau eru skipuð í dag myndi ekki eiga erindi sem erfiði í erfiðina sko, með allir virðingu, það svona mín tilfinning. Já. En ég hef svo sem skrifað það áður að ég vil breyta flokkakerfinu á Íslandi, ég vil byrja á því. Ég vil fækka niður í 12 á skýrslu í meistaraflokki, Já. í stað 14 og hætta með annan flokk og lengja 3. flokk 1 ár. Já. Og láta liðin vera með frekar lið 2 í deildarkeppni í meistaraflokki, það sami kostnaður. Já. Og jafnvel meiri reynsla þá fyrir þessa leikmenn? Já, engin spurning. Fleiri leikir sem eru einhverju alvöru leikir. Já. Því að annar flokkur, hann ekkert nema olnbogabarn. Það svona, ég man bara þegar ég var með meistaraflokk Selfoss að þá var ég líka með annar flokk og við vorum með besta lið annar flokks uppstilt í 2 leikjum. Allan veturinn, það var undanúrslit í bikar og bikarúrslit. Já. Á öðru leyti þá vantaði alltaf mikið fjölda í liðið sko, þannig að þetta svona mín skoðun og ég skil ekki af hverju við erum með yngjuflokku við 21 árs. En engin hætt á því ef að leikmenn að fara og snemma í meistaraflokk að þeir hætti fyrr eða eru kannski meiri leikur haldist jafnvel? Já, bara ég veit það ekki. Það þá bara að vísa í einhverjum rannsókn Það bara að prófa? Sko að leikmenn byrja á Íslandi að spila yfir höfuð mjög ungir í meistaraflokki miðað við önnur lönd. Og það náttúrulega kannski fyrst og fremst af því að við missum mjög marga leikmenn út á hverju ári. Já. Þannig að þá þurfa náttúrulega liðin í efri-deildinni að sækja leikmenn í neðri-deildina sem að veikir þá alltaf neðri-deildina að sama stöfni. Þannig að þetta kannski, ég veit það ekki, það erfitt að segja, ég held ekki. Nei. Hvernig nærðu að fylgjast eitthvað með, svona, finnst þér ekki gaman að fylgjast með gömlu strákunum sem þú hefur verið að þjálfa í yngri flokkum, já, sem eru að gera það núna gott, meðal annars orðnir atvinnumenn og já, fleiri leikmenn sem eru að spila núna til dæmis í Ólafsdeild karla? Jú, engin spurning. Það er það sem gefur þessu gildi að standa í þessu. Sjá að maður hefur vonandi átt einhvern þátt í þér. Já. Árni hefur spilað frábærlega í vetur og mjög gaman að fylgjast með honum. Skemmtilegt viðtalið daginn. Ég vil frekar spila lengur í Íslandi heldur en að fara í eitthvað krummaskurð í Þýskalandi. Já, ég skil það alveg. Já. Ég held að, ég er búinn að segja það sjálfur, ég held að hann eigi að fara út í sumar. Ég held að hann sé alveg til í það. Já, núlega. Ragnar hins vegar hefur átt erfitt uppdrátt með meiðsli. En ég vona að hann nái sér og komast í gang, hann er frábær leikmaður hérna í Íslandi. Já. Og drekkur nú á mjólk, en þá? Já. Ráma þér eitthvað í það að hann hafi verið eitthvað að þvælast með mjólkur fernu á æfingum eða? Nei, ég njóstnaði nú ekki það vel þessar leikmennar mína, sko. Nei. Ég hafi mikið fylgst með því, sko, en ég gerði hann oft sjálfur. Já. Þannig að það er bara gott fyrir hann ef hann hefur gert það, sko. En svo er líka gaman að Helgi Hlins hefur verið að standa sig ágætlega. Þrátt fyrir að hafa ekki oft haft mikla
mikla vörð fyrir fram að sig. Nei. Þannig að hann alveg búinn að sanna sig sem úrvalsdeildar markmaður. Já. Mjög flottur og gaman að sjá líka Einar Pétur sem var hjá Selfossi í fyrra. Hann svona að taka skref fram á því. Þannig að það bara mjög gaman að fylgjast með þessum drengjum. Já, svo hann Guðmundur Árni náttúrulega úti og var að gera nýjan samning. Já, ég hitti hann mitt í Noregi, ég sá að spila einn leik þar. Já. Í Evrópukeppni, hann var mjög góður í þeim leik. Hann hefur gefið þér ekstra framlag? Já, vonandi. Hann líka bara hefur greinilega styrst líkamlega. Hann sá það og bara stóð sér mjög vel og Bjarki Már að líka sanna sig. Já. En þetta allt topp drengir. Þú átt þú ert í Móttumars eða ekki? Jú. Auðvitað. Og að safna 1000 kalli. Já. 1000 kalli, það komið 4 skall hjá þér. Komið 4 skall? Já. Það ég búinn að vera slakur að fylgjast með þessu. Það bara þannig. Það þá 2-földum frá því fyrra. Já. Það var markmiðið markmiðinu náð. Já. Það var bara ennþá lengra. Já, það vil það bara vera 8.000 næsta ár. En ég ætlaði að spila í lokin eitthvað vikingarokk frá þér. Já. Enslaved, hvað er þetta? Enslaved. Er þetta eitthvað Ragnar Jóhansson að öskra mamma þú ert í matinn eða? Þetta alveg kannski í skyldleika þess, já. Já. Enslaved norsk vikingametal hljómsveit. Frá Bergen og Stavanger á því svæði. Já. Og gaman að segja frá því að ég hitti bassaleikaran og söngurann á festivali í sumar. Og var nú ekki alveg viss hvort það væri hann en svo komst ég að þetta væri hann og við erum taka mynd á okkur saman og þetta var bara mjög gaman. Já. Og þetta alvöru vikingarokk með allri virðingu fyrir skálmöld þá halda margir að skálmöld hafi fundið það upp. En þarna fær fólk að heyra annað. Já. Við skellum þessa núna af stað og kannski rétt í lokin, þú ert bæði munn aðdándið eða ekki? Jó, það ekki fram með neinum. Nei, og þeir verða eða ekki bara meistarar í öllu? Jú, ég held það. Ég ætla að vera hóvær og spá bara 4-1 sigri á morgun gegn Arsenal. Já. Ég held að Arsenal verði erfiðir. Þannig að það verði bara 4-1. Já, bara 4-1. Arnar Gunnarsson, bestu þakkir og við skellum þetta lagi á. Já. Sleit. Þið bara lækið, þið sem þjóðleikir okkið.